En svona öðru, hvernig fannst þér, nú fannst mér Hrafn Tómasson kom alveg frábærlega inn, var vitlaust merktur á skýrslu, númer 24. Nú, ok. Já, svo var hann númer 7 á vellinum. Já, ok. Fannst hann virkilega flottur í þessum leik? Já, frábær, náttúrulega eins og við bara þekkjum hann ég þekki hann, alltaf tilbúin að fá boltann og vel spilandi. Svona við tökum kannski smá áhættu því að hann auðvitað ekki varnar miðjumaður raun og veru, hann er bara hugsa mikið um sóknina og sendingar. En ef hann gerir það vel þá þurfum við ekkert að ágjöra vörðinu. Einmitt. Ég átti að mynd viðtalið hann hérna áður en ég talaði við þig og Já. þetta er svolítið svona búið að vera erfitt hjá honum, búin að vera óbið með meiðsli og Já, það er bara frábært fyrir hann og þú veist, ég er bara glaður fyrir hans hönd að bara fá að spila fótbolt og má ég segja á þessum velli þvílíkur völlur, sko. Þetta var eins og að spila á Viktor Erlendis. Það var náttúrulega ótrúlegt veður í Grindavík, ég hef bara ekki upplegað þetta. Þannig að það voru kjör aðstöðu fyrir menn eins og Hrafn Tómasson í dag. Hann talaði líka um það, hann elskar að spila á grasinu og við segjum völlurinn lítur mjög vel út. Þannig að það er júlí, það er ekki alltaf sem það er þannig. Nei, og ég hef alveg spilað hérna og þjálfað og svona yfirleitt verið smá blástur, en ekki í dag. Það er svona aðeins öðru sem að spila af í svellinu. Ekki í dag, í raun og var þetta bara eins. Það var bara allt rennislétt og logn eins og var alltaf í Laugardalnum. Svona smá öðru hérna, hvernig finnst þér að þurft að deila heimavellunum með KR-ingum í sumar? Það hefur ekkert truflað mig, ekki neitt. Þeir hafa með þessi æft þarna líka inn á milli, en þeir æfa fyrr á daginn og það er bara aldrei rekist neitt á, þannig að ég held að við höfum bara verið góðir gestgjafar og þeir góðir gestir. Þannig að engir árekstrar og ekkert svoleiðis. Það er flott. Nú náttúrulega eru þeir að fara að spila loksins á heimavelli. Já, það er rétt. Ég ætlum að mæta ekki völlið þar. Þeir hljóta að bjóða okkur á völli. Já, það hlýtur að vera. En nú eru þið ennþá í umspilssæti. Það hlýtur nú að vera stefnan að vera þar og reyna að komast í umspil og komast upp. Já, ég meina þetta er alltaf sama tuggan, sko, þú veist. Maður bara reynir að ná í eins mörg stig og hægt er og sjá hvað það endar, en ég meina bæði fyrir mót og þetta tala ekki um í stöðunni sem við erum í núna, við erum í umspilssæti, þá væri klóðlaust annað en að stefna og ná því að minnsta kosti. En bara eins og sést í dag, sko, þú veist, Grindavík eru neðara við og við vorum að spila við Leikni sem eru neðara við í síðustu viku, þú veist, þetta eru jafnir leikir, í dag unnum við í síðustu viku jafntefli, þannig að það er ekkert gefins í þessu, þannig að það tekur bara við næsta verkefni. Þetta er alltaf sama sagan, aftur og aftur og vonandi ná að halda fókus og þessum anda sem við sáum og þessum sigurvilja sem við sáum hérna í seinni hálfleik sem var æðislegt að sjá, svona raunverulegur sigurvilji sem að sjá glitta í hérna í seinni hálfleik. Ef við höldum þeirri tilfinningu við þá hlýtur þetta enda vel. Einmitt. Getur sagt með eitthvað hann Kára Kristjáns? Er hann líklur til að fara út eða hefur hann sem spilað sinn síðasta leik í bili? Það er bara, ég get eiginlega ekki svarað, það er eiginlega óráðið, sko. Hann er bara kemur reyndar held ég aftur núna bara á morgun og það er ekkert alveg ákveðið hvernig hans nánasta framtíð verður. Ég bind vonum við að hann klári tímabilið með okkur og haldi þá kannski á önnu mið, en ef að Danirnir eru klókir þá ættu þeir að hneppa hann strax í sitt lið, en þannig ég bara er ekki með svarið við þessu. Ég vona fyrir mína hönd og Þróttar að hann fari ekki, en fyrir hans hönd þetta væri frábært fyrir hann að fá að spreyta sig erlendis. Og nú er hann Jakob líka farin út, þannig að verði ekki pínu þunnir ef að og Jakob er farin og ef að Kári fyrir líka. Sérðu fyrir þér að bæta við einhverjum öðrum heldur en Hrafni? Já, í raun þetta er ég alltaf með augun opin fyrir bara góðum leikmönnum sem að bæta lið. Ég er með þann lúxus að mér vantar raun og ekki leikmenn, vantar ekki kennitölur. Ég meina það fullt af mönnum eins og bara í dag er Willi Kaldal að byrja þennan leik, hann hefur byrjað að fá leiki, hann er frábær leikmaður. Viktor Andri sem skorar sigurmarkið í dag, hann er ekki búinn að spila neitt óskaplega mikið, þannig að ég hef verið með stóran og breiðan hóp, þannig að ég er ekkert að örvænta þó að það fækki einn eða tvo. Herðu, bara til hamingju með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið. Já, bara sömuleiðis.